En við ætlum að koma aftur hingað til Íslands, nánar tiltekið ætlum við að vera á Reykjanesskaganum sem að sko, já, virðist einhvern veginn alltaf ná að koma okkur aðeins á óvart rétt þegar við töldum okkur kannski vera farin að átta okkur á okkur svona takti að þá ákveður hún að slá aðeins nýjan eða hvað, er þetta nýr taktur, hvað gerðist helgina? Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur mættur hingað til okkar, velkomin. Takk. Sko, helgina, við heldum að það væri að fara að gjósa, svo gerist eitthvað, en ekkert kannski í líkingu við það sem við höfum séð áður. Þetta var ekki það sama og gerist þannig þegar að kvikugangur í Mikli losnaður læðingi, eða hvað var eiginlega sér staðan? Þetta var eiginlega kvikugangurinn litli. Hann var svona 100 sinnum minni heldur en í 10. nóvember. Já, það vonar fólk velti þessu fyrir sér. Við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvernig aðstæður eru þarna ofan í jörðinni. Nei. Og jörðin er óútreiknanleg og við þurfum að hafa það alltaf í huga. Öll forspá hvenar eldgos verða byggir á ákveðnum forsendum og vitum ekki hversu góðar þær eru eða hvort þær eigi alltaf við og þær geta breyst. En það sem gerðist var í rauninni mjög svipaður atburður, eins og ég segi, 10. nóvember, bara 100 sinnum minni. Engin kvika sem náði sér til yfirborðs, en það sem gerðist á laugardaginn var að kvika sem hafði verið að safnast fyrir í þessu söfnunarsvæði undir Svartsengi, það fór af stað, lágmarksþrýstingi var náð til að kvika geti farið af stað og hún fór inn í, við getum kannski kallað að ganga innskot, af því við vitum ekki alltaf hvort að kvikugangurinn, hvort er einn og sami kvikugangurinn, þetta getur verið aðeins svona örlítið til hliðar kannski, en það fór af stað ganga innskot og þegar að kvika fer af stað úr þessu kvikusvæði, þá hefur hún undir ákveðnu þrýstingi, vegna þess að hún er í ákveðnu svona söfnarsvæði þar sem að byggist upp þrýstingur og við getum, það er svona eiginlega alveg örugt að það er að byggjast upp þrýstingu þar að því að það er eina skýringin til að skýra landrisið sem við sjáum, sem hefur verið jafnt og þétt og heldur áfram núna. Byggjast upp þrýstingur, það er lágmarksþrýstingin náð og kvikan kemst af stað og þegar hún er að fara frá þessu dýpi sem hún er á, svona á 5 kilometra dýpi, þá hefur hún ákveðna hjálp. Hún hefur uppdrifskraft af sömu ástöðu og við fljótum upp ef við hoppum út í sundlaug, að því að hún er léttari í sér heldur en bergið í kring. En síðan verður ákveðið haft í kannski efstu 1 til 2 kilometrum á jarðskorpunni. Kvikan á bara nokkuð erfitt með að komast upp það dýptabil að því að þá er jarðskorpan léttari í sér á þessum stað. Og hún náði því ekki á laugardaginn. Nei, einmitt. Og þá væntanlega fyrir þetta eitthvað svona á milli þilja, ef svo má segja, eða hvað? Og það er orðið minna pláss þarna neðan jarðarinn var, eða hvað? Já, en það var samt pláss. Sko, ástand er bara, þetta er svona hárfínt jafnvægi eiginlega. Og það sem gerðist var bara, það var mjög lítið rúmmál sem fór af stað. Mjög lítið, en leið að fer af stað úr þessu kvikusvæði, þá byrja líka þrýstingur að falla þar. Þannig það minnkar svona bakþrýstingur sem getur rekið þetta ferðlega áfram. Og síðan verður þetta samspil á milli þrýstings í þessu kvikusvæði á 5 kilometra dýpi þar sem þrýstingurinn fellur og svona hvernig aðstæður eru á endanum á þeim rásum sem kvikan er að koma sér fyrir. Og ef hún er að komast upp fyrir svona upp í eftir nokkur 100 metra jarðskorpunar, þá fer af stað annað ferli sem hjálpar nefnilega að þá byrjar að losna gas úr kvikun og þá léttist hún verulega og þá fer af stað svona eiginlega sjálfvirkt ferli sem að kemur eldgosinu af stað. En það hefur örugglega verið bara alveg hárfínt svona örlítill munur á að það gerist ekki á laugardaginn, klárlega alveg rétt, öll viðbrögð, Rýma, Bláa lónið og Grindavík, það var kvika á ferðinni, við sjáum það ekki bara í þessum jarðskjálftum heldur höfum við jarðskorpuhreyfingar, munstur jarðskorpuhreyfingar sem staðfesti það, þannig að þarna munaði bara örlitlu að eldgos yrði. Já, og kom það þér á óvart að svona fór á laugardaginn? Ég hef kannski verið talsmaður fyrir því að hugsa mismöndi sviðsmyndir. Í síðustu viku var samtalið sko kannski
sem var reynt að fá upp úr jarðvistamönnum hvenær verður gosið, verður á laugardaginn eða mánudaginn eða hvaða dag verður gosið. Við viljum alltaf fá för. En ef við skoðum bara svona aðeins líkindin á því, þá voru kannski bara allir dagar jafn líklegir að þessari forsendu sem spáin byggðist á að það hefði safnast jafn mikið rúmmál á kviku fyrir og kom í atbyrðinu þar á undan. Og það var alveg rétt, það gerðist á laugardaginn en það bara, náttúrulega kom okkur óvart, það var bara ekki nægu þrýstingu til að koma upp á yfirborðið. Í sjálfu sér hef ég svona dálítið opinn huga fyrir mismunandi atburðar sem að tala fyrir því, en það þessi gos, kvikugangur hefur við erum mörg sem töldum það vera líklegast atburðin að þetta næði sér upp með gosi og staðan í dag kannski bara svo sama í síðustu viku. Þetta var svo lítið rúmmál sem var á ferðinni að nú það búið að safnast fyrir og aðstæður bara mjög svipaðar aftur. Já, og sko allar líkur á að styttist í næsta gosi eða það getur í raun bara að fara að gjósa þessum í dag, eða ekki? Jú, það getur fara að gjósa í dag með litlum fyrirvara en það þýðir ekki, það álíka mikla líkur kannski á morgun eða næstu daga eða í næstu viku. Og síðan það að þessar forsendur þar geta breyst og við vitum að það eru þróun í hegðun eldfjalla sem eru í svona virkni tímabili. Það verður oft erfiðara með tímanum fyrir kvikuna að komast upp á yfirborð, þannig að það kann að verða lengra á milli. Meðan þessi þrýstiaukning á sér stað, það sem við getum sagt að eftir því sem lengra líður, að því að þá byggjast upp meiri þrýstingur neðan jarðar, þá eru meiri líkur á að kvika ná sér upp á yfirborð. Akkurat. Sko, svo erum við að horfa á skjálfta og virkni við Fagradalsfjall. Já. Þú veist, hvað er að gerast þarna? Af hverju er hún að færa sig þangað? Virknin við Fagradalsfjall sýnir að það nægar spennur í jarðskorpunum til að búa til jarðskjálfta og þarna gæti jarðskorpan gefið sig og eldgos hugsanlega komið upp. Það eina atburðarásin. Það var nú kannski óskandi að atburðinni farði sig aftur inn á óbyggð svæði og var ekki að valda okkur þessum vandræðum þar sem við höfum alla þessa innviði og Grindavík. Ástæðan fyrir að það einblínt á svæðið við þessa Sundhnjúka, Gígaröð og Grindavík að það eru jarðskorpuhreyfingar sem greinast. Það eru sem bæði jarðskjálftar og jarðskorpuhreyfingar. Jarðskorpuhreyfingarnar eru besti mælikvarðinn hvar þrýstingur að vaksa og hann í dag að vaksa í eldstöðukerfi Svartsengis og líklegasta rásinn þar í Sundhnjúka, Gígaröðina. Í Fagradalsfjalli þá var þrýstiaukning fram á síðasta haust þegar við vorum öll að tala að það kannski eldgos í Fagradalsfjalli sem kom ekki. Aðstæður þar hafa kannski eitthvað mikið breyst, þannig að það kannski frekar hár þrýstingur. Þetta kann að vera áraun á jarðskorpuna hugsanlega svona þar sem hún skiptir frá því að vera svona kaldari og stökkari, kannski á 4-5 km dýpi og verða heitari neðar. En við skiljum það ekki fullvel en þá engum að koma óvart þó að atburðinu færi sig eitthvað annað. Já. Þú segir færiðu sig, það ekki þannig að við gætum farið að sjá sko gos bæði einhvers staðar við Svartsengi og Fagradalsfjall á sama tíma, þetta gætu ekki orðið 2 gos eða hvað? Það er frekar ólíklegt. Ástæðan fyrir því að kerfin, það virðist vera ákveðin samtenging á milli kerfana, þannig að ef það er virkni í einu svæði þá léttir það þrýstingi á öðru svæði. Þannig að þá dregur það úr. Þannig að sko nýtt eldgos í eða við Fagradalsfjall, það geti hugsanlega létt á þrýstingi eða kvikusöfnun við Svartsengi. Þannig að það myndi draga úr virkni þar eða hún myndi hætta tímabundið og það getur verið ein sviðsmynd sem bara alveg möguleg. Akkurat. Það hefur mikið verið talað þessar sviðsmyndir til þess að gera fólki kannski kleift að vinna í bænum og reikna út svona örugg tímabil eins og hefur verið talað eru komin í aðeins flóknari einhvern veginn er þetta allt saman orðið flóknara fyrir viki núna þegar þetta ekki orðið alveg rútínubundið, ef svo má segja? Ég held að staðan sé bara svipuð. Hún bara alveg eins og í síðustu viku. Það bara getur orðið gos með litlum fyrirvara og hann þið stiðstur ef að þetta á sama svæði og á laugardaginn svona miðbygg þessara Sundhnjúka Gígaröðar. Lengri fyrirvari ef eitthvað gerist í Grindavík. Staðan svipuð, ég held að við raunum voða lítið hafi breyst. Þetta var bara
kvikugangurinn litli núna Já. á laugardaginn og breytir litlu í heildarmyndinni. Ferlið heldur áfram, þrýstingur að vaksa í eldstöðvakerfi Svartsengi. Líklegast að eldgos á svipuðum slóðum hafa verið. Akkurat það og við höldum áfram að fylgjast með þessu málum er einhver svona já, lengsti mögulegi tími sem getur liðið áður en að fyrir að kjósa þú veist, hversu langur tímarammi getur þetta verið, veistu það? Með þessu kvikuflæði þá eða þessu svona hraða kvikusöfnunar undir Svartsengi og það sem við svona teljum líklegast að gerist þá er ólíklegt að það fari fram yfir nokkra vikur en við eigum ekkert að hætta að hugsa eldgos og það gerist ekkert á næstu dögum eða 1 eða 2 vikur. Það getur liðið lengri tími. Já. Þá getur í rauninni bara þessi loki sem að heldur kvikunni niðri, þá þýðir það að hann getur styrst með tíma, breyst. Þannig að við þurfum bara að vera á tánum og við öllu búin. Akkurat það. Freysteinn Sigmundsson, takk fyrir að kíkja til okkar í Morgunútvarpið. Takk.